Halló krakkar og verið velkomin að skjánum. Já, halló, ágætu frábæru áhorfendur. Í dag ætlum við Ásta að skemmta ykkur af okkar alkunnu snill. Já, einmitt krakkar því í dag ætlum við Keli að... Nei, ég man ekkert hvað ég ætti að segja. Stoppa töku. Ásta, við vorum að fara í gegnum þetta áðan. Ég veit ekki, ég bara man eftir texta, Keli. Stundin okkar. Taka 22. Gjörðu þið svo vel. Bíða aðeins. Jæja. Eigum við að taka hérna frá byrjun eða ætlum við að taka frá klúðri? Frá klúðri. Stundin okkar. Taka 23. Nei. Eru þau nú mætt aftur? Ég svo aldeilis þess. Verður maður aldrei laus við þetta fólk. Þetta alveg svaka. Já, einmitt krakkar, í dag ætlum við Keli að gera okkur glaðan dag. Því að þátturinn í dag er síðasti þáttur vetrarins. Gott hjá þér. Já, og við Ásta kveðjum stundina okkar. Einmitt krakkar, við Keli höfum verið með stundina okkar saman núna í 5 ár og nú er komið að kveðjustund. Já, stundin lokka, stundin rokkar, stundin klippa, stoppa, tökku, vá, hvað er að ykkur í dag? Við getum ekki komið frá okkur einni óbrjálaðri setningu. Þetta var svo flott. Þurfum við að taka þetta aftur? Nei, er ekki bara hægt að klippa eitthvað? Við látum þetta standa bara, en sleppum bara því sem Keli sagði síðast. Takk. Já, gera það, Keli, stundum með ólíkir. Fara með þetta! Ég er að meina, við erum búin að vera að þessu í 5 ár og þetta er ótrúlegt að, ég vona að klikki ekki allt í dag. Hvað hefur það að gera ef við komumst þetta ekki í lofti? Já, segðu, en fallir farar heill, Guð mig góður, hvað er næst á dagskrá? Kórinn. Kórinn? Hvaða kór? Það er að koma kór hérna, allir á sinn stað, gera klárt fyrir í kór. Hvað er ekki búið að segja mér frá því? Keli, þú ert ekkert með í þessu atriði. Hvert er það að fara? Það er kórinn. Viljið passa hana Lóu? Góðan dag, eru þið kórinn sem er að koma núna að syngja í stundin okkar? Já, ég heiti Lóa og ég er sviðstjóri og þið er núna öll að koma. Blötsir, kórinn er að koma núna inn í stúdíó. Allir er að koma núna með mér inn í stúdíó núna, allir. Komið núna inn í stúdíó. Ég bara tek ykkur svona með mér inn í stúdíó svona bara með mér öll og komdu bara núna svona með mér og bara inn í stúdíóið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 koma öll í kórnum. Upptökustjórar? Já. Kórinn er kominn. Við byrjum. Já, takk fyrir. Jú, við teljum niður. 10, 9, 8, 7, 6, 7 og 5. Þetta er þessi takkar. Já, þú kannt þetta. 5, 4, 3, 2, 1. Gjörðu þið svo vel. Wow, sjúkitt. Og þá er það engla og barnakór Bústaðakirkju. Jæja, Keli, hvað kemur næst? Ég veit ekki, það stendur í handritinu. Já, ert þú ekki með handritið? Nei, ert þú ekki með það? Nei, ég er ekkert með handritið. Heyrðu, Keli, það gengur ekkert að vera með sjónvarpsþátt í loftinu hérna, sjónvarp allra landsmanna og handritið bara týnt. Hvers vegna er allt stopp? Þau vita bara ekkert hvað þau að segja. En hvar er handritið? Týnt, býstu við? Hafið þið séð handritið? Ásta er búin að týna því. Ég hef ekki bent á mig, Keli.
Þetta nú meira klúður. Við getum ekki verið með það þáttinn og ekkert handrit. Sko, hvað eigum við að gera? Þetta er síðasti þátturinn okkar og við finnum ekki handritið þá verður bara ekki þáttur. Slaka á. Andaðu rólega, andaðu tjúk. Slaka á. Þetta er allt í lagi, þetta bjargast. Handritið finnst. Sigurður fer bara og leitar að þessu. Þetta er alltaf bara til fjandans. Hvernig er það eiginlega? Er engin friður fyrir þessari konu þarna og þessum ketti þarna, hvað hann heitir þarna? Ég er margbúinn að segja henni að það er bannað að vera með ketti hérna í húsinu. Það er aldrei hlustað á neitt sem hann segir. Það er svona ólyktin að þessu út um allt. Lóa, hefur þú nokkuð séð handritið af Stundinni okkar? Nei. Fröken Lóa? Já. Ert þú með handritið? Nei. Hvað ertu með fyrir aftan bak? Þetta. Hvað er þetta? Hvað er þetta græna? Þetta er bara hór, ég verið snýta mér. Hvers slags er þetta eiginlega? Hvað er handritið? Góðan daginn, frú. Mikið ert þú reffileg í dag? Hvað? Eru þið ekki vinir? Ég hef sko ekkert við hann Sigurd og Sigvald að segja. Ég vona að þetta finnist, Kelly. Já. Hvað er að gera þér ekki handritið? Fundir! Fundir! Shit! Þetta er að hafa ykkur setta hérna baku. Já, heyrðu, frábært. Já. Gerum klárt í tökku. Hvað sér hérna? Allt klárt hjá mér. Stundin okkar, atrið 3, taka 1. Ásta, passaði þig! Fyrirgefðu. Aðeins spilaði hérna. Þetta losnaði hérna. Já, einmitt. Þetta er að koma hérna. Allt í lagi. Er það hérna? Já. Bíddu. Já. Allt í lagi. Þetta er svolítið þungt, sko. Já, reyndu bara aðeins. Já, takk. Einmitt. Nei, já. Vá, hvað næst maður. Fyrirgefðu. Vá, ég sverða. Þetta er, já, passa þetta. Já, hérna, einmitt, já. Svona. Hafðu stjórn á þessu. Er þetta Ég til. Já, allt í lagi. Já. Jæja, Fjóla. Og jæja, Kelly. Hvar er kötturinn? Heyrðu, hvar er kötturinn? Kelly á verið hérna. Hann á verið niður sætri. Hann var hérna rétt áður, ég sá hann. Upp. Já. Ég sverða, þú veist, þetta er nú bara fyndið. Ég meina, þetta er ótrúlega þáttur. Heyrðu, þú væri að fara að finna köttinn Kelly. Já, ég skal leita á honum. Er það ekki? Já. Jæja, eins og þeir segir þessum bransa, sýningin verður að halda áfram. Það er orðið 5 ár síðan að þessi grallara kötturinn Kelly, kom fyrst til mínu Stundin okkar. Hann hefur nú stækkað og þroskast alveg heilmikið síðan. Við skulum líta á þegar kötturinn Kelly kom í heimsókn til Stundin okkar í fyrsta skipti. Nei, Ég var að hugsa að bjóða fram aðstoð mína. Aðstoð, ég segði til Áskell. Mig vantar eiginlega fyrir ykkar aðstoð mann en ekki aðstoð kött. Já, en sjáðu til, Ásta, ég er engin venjulegur köttur. Ég er nefnilega norskur skógarköttur, alveg einstaklega fjölhæfur, laghentur bæði á tré og járn, algjör mölundur. Já, er það Já, virkilega? svo er ég afskaplega þrifinn og duglegur heimilisköttur, til dæmis vel inn í öllu bókhaldi, fyrir nú utan það hvað ég er skemmtilegur og sniðugur, svo sniðugur að aðrir kettir bara breyma af hlátri. Svo er ég frábær veiðiköttur, svo ég tala nú ekki hvað ég get orðið þér ómetaleg stoð og stytta í Stundinni okkar. Gott kvöld og velkomin í Kastljósið. Lóa heiti ég og ég er að stjórna Kastljósinu hérna í kvöld. Og gestir mínir núna hérna í kvöld í þessu Kastljósi eru mjög vinsælir gestir. Það er kötturinn Kelly, hinn síkáti Kelly og Fjóla Ofurkrút. Komið sæl og verið velkomin. Já, takk fyrir. Nú hafið þið verið mjög upptekinn allar þessa viku af því að þið hefur verið að lækna prumpuveiki sem er búin að vera út allan daginn og... Megum við nokkuð vera hérna í? Við verðum skömmir rosalega að einhverjum sér okkur hérna. Verið bara sæl og takk fyrir í kvöld og sjáumst eftir viku. Jæja, frú Sigurlaug, segðu mér hérna. Það er alltaf sama þér, það er það náttúrulega. Heyrðu, hvers lags er þetta, viltu gá að hvað þú... Afsakið.
Ég er að koma að ná þig, Roger. Góðan dag, ég heiti Lóa og ég er sviðsstjóri hérna og ég er að koma að sækja ykkur. Er það Gunnar? Já, velkomin í Stundina okkar. Og það er Anna Pálína, velkomin í Stundina okkar. Nú skulum við koma, Roger er koma. Þið er komin hann í stúdíóið, sko, það er að flýta okkur núna í stúdíóið, komdu. Svona og þau eru á leiðinni, Roger, til ykkur. Þá fáum við lítið ævintýri afmæli. Hvenær áttu afmæli, Gunni? Ég á afmæli í sumar. Ég er einmitt að æfa afmælislægið. Já. Ég geti spilað í afmælinu. Já. Ég er nýbúin að eiga afmæli. Er það? Var gaman? Já, það var æðislegt. Við höfum alveg blöðrur og fána og fullt af gestum. Ég fikk alveg fullt af pökkum og fullt af nammi. Það var æðislegt. Ég ætla að hafa nammi í mínu afmæli. Já. Ég er svo fegin að vera ekki eins og Argur Gargur. Argur Gargur? Já. Hver er það? Það var strákur sem var alltaf kallaður Argur Gargur af því hann argaði bara og gargaði alltaf á alla. Já. Samt hét hann sko Gunnar, alveg eins og þú. Hann var alltaf kallaður Argur Gargur. Hann bað til dæmis aldrei fallega um nokkurn skapaðan hlut. Hann sagði aldrei, fyrirgefðu, viltu rétta mér þetta? Láttu mig hafa þetta! Vá, hvað mér brá. Ótrúlegur. Og hann sagði aldrei, fyrirgefðu, aðeins fyrir, viltu færa þig? Farðu frá, fíflið þitt! Ótrúlega frekja. Hann átti heldur enga vini. Það vill enginn leika við svona frekju. Og þegar hann vaknaði á morgnana, þá sagði hann aldrei, elsku mamma, viltu gefa mér morgunmat, ég er svo rosalega svangur. Ég vil fá að éta! Núna! Ótrúlega frekja. Og þegar systir hans kom niður með 9 fínu blöðruna sína, þá sagði hann ekki, elsku systir, viltu leyfa mér að leika með þér af blöðrunni þinni? Ég ætla að hafa þetta þá! Og hann sprengdi blöðruna. Og kvöldin þegar hann fór að sofa, þá sagði hann aldrei, elsku pabbi, viltu lesa þessa bók af því mér finnst hún svo skemmtileg? Lestu þetta! Og grýtti bókin í pappa sinn. Alveg ótrúlegur. Svo fór að líða því að Argur Gargur átti bráðum að eiga afmæli. Og hann hlakkaði svo til! Ég nenni ekki að bíða eftir þessu afmæli. Hvenær kemur eiginlega þetta afmæli? Ég nenni ekki að bíða svona lengi. Mamma! Þegar ég á afmæli, þá ætla ég að fá marga pakka. Já, það er nú það, hugsaði mamma. Ætli einhverju vilji gefa honum afmælispakka. Mamma! Þegar ég á afmæli, þá ætla ég að hafa marga kökur og blöðrur og fána og fullt af nammi. Og ég ætla að hafa marga krakka. Já, það er nú það. Ætli einhverju vilji koma í afmælið hans. Kvöldi fyrir afmælið. Þá var hann alveg að tapa sér. Ég get ekki sofið! Hvenær kemur eiginlega þetta afmæli? En hann sofnaði nú samt á endanum. En þegar hann vaknaði, þá var eitthvað skrítið. Það voru engar blöðrur og engir fánar og engir pakkar. Og mamma og pabbi og systir hans stóðu ekki við rúmið og sungu Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Hann var bara aleinn. Hvar er allir? Hann fór inn til pabba og mömmu. Hvar er eiginlega afmælið mitt? Afmælið þitt? Já, heyrðu. Já, hérna, afmælið þitt, já. Það kom ekkert afmæli. Kom ekki afmæli? Argur Gargur fór út á náttfötunum og skellti á eftir sér hurðinni. Þegar hann kom út, þá labbaði hann fram hjá öskutunnunum. Þá sér hann allt í einu litla veru sem situr í hnipri bak við öskutunnu. Hver er þú og hvað ertu að gera þetta bak við öskutunnu? Afmælið þitt. Ertu afmælið mitt? Hvað ertu að gera þetta bak við öskutunnu? Heldur ég ætla að eiga afmæli í öskutunnu eða hvað? Viltu koma þér inn? Ég er að bíða eftir þér. Ég þori ekki. Ég þori alls ekki. Ég er svo rosalega hrædd. Þú argar og gargar svo mikið. Ég bara get ekki komið.
algjörum, aumingja afmæli, hvað? Argur Gargur var orðlaus í fyrsta sinn á ævinni. Þorir ekki að koma, algjör, Ef ég hætti að arga og garga, þorirðu þá að koma? Já, ef þú hættir alveg að arga og garga, þá þori ég alveg að koma. Allt í lagi. Allt í lagi. Og hann fór inn. Góðan daginn, mamma mín. Þú gjörðu svo vel að gefa mér morgunmat, ég er svo rosalega svangur. Mamma var svo hissa, hún hellti súrmjólkinni bara yfir inniskóna sína. Systir hans kom niður með boltann sinn. Elsku systir, viltu leyfa mér að leika með þér að boltanum þínum? Já, og því þú biður svona fallega það var sko alveg sjálfsagt. Og Argur Gargur fór út í fótbolta með systur sinni og þau voru allan daginn og krakkarnir í næsta húsi komu líka og voru alveg hissa hvað Argur Gargur var allt í einu skemmtilegur. Og kvöldið þegar hann fór að sofa þá sagði hann, elsku pabbi, viltu lesa þessa bóka því að mér finnst hún svo skemmtileg? Já, það er sko alveg sjálfsagt. Úr því þú biður svona fallega, þá er það sko ekki vandamál. Og pabbi las ótrúlega skemmtilega bók og Argur Gargur sofnaði svo undurvært. Og þegar hann vaknaði morguninn stóðu mamma og pabbi og systir hans við rúmið og sungu. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Gunnar, því hann var aldrei kallaður Argur Gargur eftir þetta. Hann á afmæli í dag. Ég vona samt að þú fáir ekki eins asnalegar afmælisgjafir á Mæja. Já, hvernig þá? Hún fékk alveg ótrúlegar afmælisgjafir. Hún var 3 ára. Já. Hún fékk asnalegustu afmælisgjafir sem ég hef heyrt um. Já. Í mánuðinum Maí þá varð hún Mæja 3 ára og dúkku fékk með frekjuskarð og 4 laufa smára og bráðinn snjó í brúnum sekk og borholu með gegnum trekk. Í fuglabúri fisk með sverð og frímiða í gönguferð, 2 blikkdósir og ballettskó og bládoppótta kónguló. Bládoppótta kónguló? Í afmælisgjöf? Ég hef aldrei heyrt um Ég myndi fara að gráta ef ég fengi kónguló í afmælisgjöf. Já. Og hver getur haft fisk í fuglabúri? Það gengur ekki. Það lekur allt vatnið út. Já. Og þarf maður frímiða í gönguferð? Ég hélt að veri ókeypis í gönguferðir. Það er ókeypis í gönguferðir. En lagið er samt skemmtilegt. Já, við höfum taka það aftur. Í mánuðinum Maí þá varð hún Mæja 3 ára og dúkku fékk með frekjuskarð og 4 laufa smára og bráðinn snjó í brúnum sekk og borholu með gegnum trekk. Í fuglabúri fisk með sverð og frímiða í gönguferð, 2 blikkdósir og ballettskó og bládoppótta kónguló. Ég ert að segja satt. Já, alveg satt. Ímyndu ykkur bara hvernig sumt fólk getur hagað sér, maður bara skilur þetta ekki. Ha? Jæja, og nú, þá er þetta svona. Haldi þetta af nokkuð heist. Nei. Slökkt á vélinn. Já. Þá fáum við að heyra lag með klossakórnum en í honum eru Katrín, Kristrún og Klara. Stareinum stálu kepp og stakk honum í vasann. Þá kom hann pabbi minn og flengdi mig á bossann. Að jukka, stela, svíkja, drekka og fela.
Þarna ertu! Vaknaðu eins og skot, atrið er að byrja, drífðu þig! Komdu! Já, voða læti eru þetta. Ég er að koma. Nei, eru þið klár með vélina og allt þetta? Er þetta komið í lag? Við erum tilbúin að það ekki? Já, þá ætlum ég bara að byrja. Já. Gjörðu svo vel. Fjölmargir krakkar hafa heimsótt okkur Kela í stundin okkar á síðustu 5 árum. Þau hafa sungið, dansað, leikið, galdrað, spilað hljóðfæri og bara leikið alls konar hundakúnstir. Og nú er komið að enn einum slíkum hóp krakka. Þessi krakkar koma frá Keflavík og að setja upp dans- og söngleikinn Annie. Við kíkjum við hjá Annie og vinkonum hennar á munaðarleysingahælinu. Já, þetta er erfitt líf. Það var búið bara. Já. Þetta var bara mjög gott. Fjóla og Keli og hérna Lóa, þau vitið hvar þau eru. Fyrirgefðu. Allt í lagi, Þau sko eiga að vera hérna sko. Já, Þau eru örugglega að gera eitthvað af sér sko. Ég er alveg viss að þau eru. Já, allt í lagi, þetta er... Ég veit ekki hver þau eru. Nei, Það nei. var nú alveg eftir þeim að vera gert. Já, þau eru örugglega einhvers staðar týnd sko. Já, þá næst atriði bara. Já. Það eru nemendur úr Gestansskóla Emilíu í Reykjanesbæ sem flytja og syngja lag úr Annie. En nú ætla ég að fara að leita að þeim. En Annie! Hvað er að vera hér? Við elskum þig, fröken Hermína. Ó, litlu dúllurnar mínar. Nú vil ég að allt verði þrifi hér, hátt og lágt, núna strax. Þetta er erfitt líf hérna. Þetta er erfitt líf hérna. Í stað hjálpar fáum höfn. Í stað kossar fáum höfn. Þetta er erfitt líf. Hver til að tala við er hvorki þeir né við. Þetta er köldu, hvergi hlýtt. Tómur magar, ekkert líf. Þetta er erfitt líf. Það er eins og ég sé alltaf nýstinskast. Það er eins og ég sé alltaf ljós. Stundum er eins og maður hafi reynt allt. En allir virðast byrjast alltaf rós. Enginn er hér en dreymir okkur illa. Öllum sama þótt okkur líði vel. Enga huggunni fá þótt við grátum. Öll tárin getur sett oss að í heila. Þetta er þrautalíf, frekar erfitt líf. Þetta er sorgarlíf, ekki sætalíf. Fá mig að fara í bað, jólum seinni, hvað er það? Öllu virðist samundað, þegar þú átt engan að. Þetta er erfitt líf. Þið verðið hér þar til þetta bæli glansar eins og perlan. Rífum henni hárið af, stingjum hana rassinn í, látum hana drekka hlut. Við elskum þig, fröken Hermína. Þetta er erfitt líf hérna. Þetta er erfitt líf hérna. Öllum virðist samundað, þegar þú átt engan að. Þetta er erfitt líf, þetta er erfitt líf. Það er erfitt líf. Keli! Og Keli, þú verður að redda þessu, það er allt í steik. Allt er að klúðrast, hvað eigum við að gera? Ekkert að virka, allt í steik. Keli, þetta er allt í lagi. Sérðu, við erum í sjónvarpinu. Það gengur allt vel og þú þarft ekki að vera svona stressaður. Jú, víst þarf ég að vera svona stressaður. Nei, af hverju? Nú, þegar maður vinnur í sjónvarpi þá á maður að vera stressaður. Það er alltaf svoleiðis. Ó, Keli, stundum held ég að þú vitir ekkert hvað þú ert að tala. Keli, hann Sigurdór vill tala eitthvað við okkur.
Ó, nei, Já. ekki segja mér það. Myndavélarnar eru bilaðar, rafmagnið farið, hljóðið er ónýtt, allt er ónýtt. Hvað kom hann svona stressaður? Hann er að vinna í sjónvarpi og þá á maður að vera svona stressaður. Já. Sigurdór, Já. af hverju vill Sigurlaug ekki tala við þig? Já, það var einmitt þetta sem ég ætlaði einmitt að ræða við þig. Ég bara botna ekkert í hvað þú hlaupið í manneskina. Ég sendi henni jólakort og allt, sko. Já, hún er í fíl út af einhverju. Já, hún vill bara ekkert við mig tala. Hún er svo upptekin að þessum fuskið þarna, gamla, þarna skítuga, hann illa til hafður og það bara, þetta er alveg ömugleg týpa. Þeir ekki hérna fröken, nei. Þér mistu þetta þegar ég rakst á yður á það. Þú rakst á mig? Já. Nei, já. Aldrei, já. Sigurdór, þú átt ekkert að vera hérna í þessu hérna atriði. Já, ég var bara aðeins að tala við mann. Ég meina, varstu ekki búin að lesa handritið eða eitthvað? Jú. Já, hann er að fara út úr stúdíónu núna. Já. Og Fjóla, þú ert að fara í smink. Já. Sko, það heitir þörðun, ekki feðrun, heldur þörðun. En við í sjónvarpinu, við köllum það smink. Vá, hvílíkur vinnustaður. Svo eru þau hissaði að ég skuli vera stressaður. Við skulum bara fá síðasta jóga þátt vetrarins á skjáinn til að róa okkur niður. Og þá er komið að síðustu jógastund vetrarins. Vonandi eru allir komin í gott form fyrir sumarið. Við ætlum að hoppa í sundur með fætur. Og svo ætlum við að búa til rosalega flott eldgos. Beygjum okkur niður, setjum lóana saman og svo gís eldgosið. Og svo segjum við líka eitthvað svona eldgosljóð með. Má ég heyri ykkur? Meira og sjáu hvað gís upp okkur eldgosin ykkar. Hvað er það? Er það eldur? Er það súkkulaði? Og horfa upp og leyfa því að gjósa. Frábært. Og svo er það vindmylan. Hún sveiflast í vindinum og þá ætlum við að snerta tærnar með hendinni og svo snerta hina hendina með hina tærnar og skiptast. Og sveifla og hin hendin fer alltaf beint upp í loftið. Snerta tærnar og teygja hina hendina beint upp í loftið. Svona erum við að snúa upp á okkur og teygja okkur frábært. Og koma svo tilbaka. Jæja. Þá ætlum við að koma í stöður 2 sem skal ég segja ykkur svona eins og samlaka með fætur í sundur. Setjast á gólfið og ef þið eru heima 2 saman getið þið prófað þetta. Annars getið þið bara setið svona sjálf, sundur með fætur. Þið eru svona 2 og 2 saman og ef þið kíkið á formið þá er þetta svolítið eins og augu. Og nú getur þú hoppað milli augnanna og svo prófið þið kannski að haldast aðeins í hendur og nú er bara að reyna að hoppa í næsta auga og svo teygið ykkur fram og aðeins skipta aftur, toga og teygja sig fram og einn fer auðvitað aftur leið og hinn fer fram og toga. Svona getum við haft gaman að því að teygja hvort annað. Jæja, svo ætlum við að búa til hlið. Það er líka gott að vera 2 og 2 saman. Og Hedda fer inn og út augun og Hedda fer á milli, inn og út hliðin og frábært. Við getum gert alls konar hlið. Þið sjáu það krakkar heima að strákarnir búa til svona standandi hlið, fætur í sundur svona, já, flott. Og svo eru stelpurnar með fótinn og svo teygja þær sig yfir og halda höndunum saman og búa til hlið. Og nú skulum við aðeins bara koma tilbaka, frábært. Og koma niður í fallegan hring og leggjumst á magann. Og nú ætlum við bara að búa til slöngu sem að teygja sig upp í tré. Það er að ná í eitthvað í trénu, horfir upp, allaleg langt upp,
strekkjur höndunum ef þið getið, annars er allt í lagi. Og slaka öxlunum niður, horfa upp. Og svo segir slangan. Hvernig skildi brosandi slanga vera? Jæja, Fjóla mín, hvernig líst þér á þetta? Jú, ég er orðin þokkalega ánægð, en ég var samt að spekulera hvort það væri ekki sniðugt að skipta lit á slaufum. Slaufanum? Já, ég er nú svolítið leið á þessum. Já. Hvaða lit myndir vilja? Grænu, ég er svolítið á því. Þess hérna? Já. Já. Skulum athuga hvernig ég held að þetta getur nefnilega klætt í ansi vel. Já, jú, sjáðu hvað það fer vel við augun á mér. Fjóla mín, þú ert núna að koma inn í stúdíóið. Já, hún er ekki alveg búin. Ég þarf 2 slaufur. Vertu bara fljótt. Já. Roger, hún er að koma núna tilbúin í stúdíóið, koma með Fjólu. Já. Koma hérna með Fjólu overgrút. Komdu hérna inn í stúdíóið, núna Fjóla mín. Heyrðu, Keli, það hefur nú aldeilis gengið á ýmsu í dag. Heldur betur að það hefur verið með ólíkindum, þrátt fyrir að starfsfólki okkar sé svona klárt og allt saman fagfólk og sérfræðingar og svona. Já. En nú fer þessu brátt að ljúka. Já, Keli minn. En það er nú samt búið að vera svolítið skemmtilegt hjá okkur síðust árið, ekki? Við höfum brallað alls konar og hitt fullt af skemmtilegum krökkum. Já, ég trúi varla að við höfum verið í stundin okkar í 5 ár. Mér finnst við bara að verið svona kannski bara svona í viku. Já, en þetta er alltaf svona þegar maður er að skemmta sig, Keli. Þá líður tíminn svo hratt að maður tekur bara varla eftir því. Já. Já, en heyrðu, sérðu hvað ég er búin að vera að gera? Sérðu? Lala. Vá! 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 Er þetta allt saman myndir úr póstkassanum? Veistu það, Keli, að þetta er bara lítill hluti. Við höfum fengið svo margar myndir í póstkassanum, þetta er bara lítill hluti. Vá! Krakkar, þið hafi sko aldeilis verið duglega að senda okkur myndir. Ha! Við höfum fengið svo margar myndir að við höfum ekki getað sýnt þær allar. En við ástæðum sannfærðum að þið eru öll sem eru mikli listamenn. Já, við erum það sko. Takk fyrir allar myndirna, krakkar. Alla brandarana, alla smásögurnar og stórsögurnar og listaatriðin og bara allt sem þið hafið gert fyrir okkur í stundin okkar. Já, takk, kærlega, innilega. Heyrðu, Keli, veistu hvað ég var að hugsa? Nei. Ég var að hugsa að bara fá smá stuð í þetta. Panta bara hljómsveit og slá bara upp partí. Bara stuð. Hvað segir það? Já, það er sko ekki að spyrja mig tvisvar. Partí, kötting, gila, ég er alltaf til í smá rock'n'roll. Enda, já, hlustaðu nú. Hvað? Enda er ég kannski á leiðinni til útlanda. Skrif undir stórsamning. Já, verða heimsfrægur. Nó, það virkilega. Var eins og Björk og Buttercup og Kristján Jóhansson. Og bara Kristján Jóhansson. Það var einu sinni bóndi sem átti hænsnabú og ær og kest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrarnóttu svávöld sætt og ró svartur grimmur minkur læddist þangað ofur hljótt. Hænur rættu og rættu með því kísu, kísa rætti og rætti með því gæsina, gæsin gargaði og rætti með því kúna, kýrin baulaði og rætti með því bólan, bólin sagði og rætti með því hundin, hundurinn gelti hann galið. Til þínur vakna þú og ver þitt hænsnabú. Nú vaknaði loksins bóndinn því að hundurinn gelti hátt og hljóp beint út með byssuna og náði miklum brátt. Svo skaut hann minkinn ljóta og hljóp svo heim með þann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað hann. Hænur rættu og rættu með því kísu, kísa rætti og rætti með því gæsina, gæsin gargaði og rætti með því kúna, kýrin baulaði og rætti með því bólan, bólin öskraði og rætti með því hundin, hundur gelti og rætti með því bóndan, hann gargaði
Stuðljónsveitum, stuðljónsveitin. Já, eða mér sýnist það. Ég elska svona stuðpartí! Svo gaman! Ertu ekki stuð í fjórða? Jú, hvort ég er, en ég er samt svolítið sorgmætt. Af hverju? Af því að við erum að kveðja stundin okkar. Æ, það kemur bara eitthvað nýtt í staðinn, eitthvað nýtt og spennandi. Já. Já, ég ætlaði nú bara að biðjast fyrir ég meina ætla bara að kveðja. Nú, er verið að fara eitthvað? Á dansnámski kannski? Nei, ég er nú bara að fara til Írlands í golfferð. Já, ég ætlaði bara að segja fyrirgefðu fyrir að ég mætti ekki þarna á þessa dansæfingu, námskeið. Getur ekki bara að tekið hann með þér, hann Karl Fusk þarna. Hann er miklu betri í þetta heldur en ég. Ég er voða lítið fyrir svona dans. Jú, ég fyrirgefi þér. Alltaf, bless. Þórður! Já. Er ekki allir bara í stuði? Hei! Kæri Ásta og Keli, takk fyrir að fá að koma inn í kvöld og við ákomum að semja fyrir ykkur lag til þess að segja bless. Syngjum saman kveðjustundarlag, vetur konungur tók lestina til Kína. Vorið kom á reiðhjóli í dag og lofar því að allt verði fína. Þó Ást og Keli fari frí til Legolands og Napoli, þá sjáumst við aftur á ný. Kannski að Ásta verði prinsessa í risastórum kastala og marsipan og marmara og dansar allan daginn. En það verður Kela engin veit, kannski stjarna björt og heit, söngvari í rokkhljómsveit og hann er aðalgæinn. Þetta fíla ég, flott maður. Í sumar verður ýmislegt að sjá, sólinn nennir ekki að bara sofa. En krakkar, við gerum ekki það sem ekki má. Ekki neitt. Við förum út og byggjum okkur kofa. Því pabbi gráti út af því að stundin okkar fari frí, þá sjáumst við aftur á ný. Því Ásta verður prinsessa í risastórum kastala úr marsipan og marmara og dansar allan daginn. En það verður Kela engin veit, kannski stjarna björt og heit, söngvari í rokkhljómsveit og verður aðalgæinn. Því Ásta verður prinsessa í risastórum kastala úr marsipan og marmara og dansar allan daginn. En það verður Kela engin veit, kannski stjarna björt og heit, söngvari í rokkhljómsveit og hann er aðalgæinn. Verður aðalgæinn. Verður aðalgæinn. Verður aðalgæinn. Aðalgæinn. Aha. Aðalgæinn. Takk ykkur fyrir strákar. Og Lóa. Já. Ætlar ekki að kveðja? Jú. Bless, Ásta mín og Keli og Fjóla og allir krakkarnir bless og hljómsveitin líka bless. Bless. Já, ég ætla líka að kveðja. Bless. Krakkar og Ásta og Keli og Lóa og ég og allir bara. Og Sigurdór. Já, og Sigurdór og Já. það er svo gaman að vera í stundin okkar og Lóa. Já. Viltu ekki koma með mér í skemmtiferð til Þingvalla? Jú, hvort ég vil. Heyrðu, og má ekki Sigurdór líka koma með? Jú, og hljómsveitin líka koma með. Strákar komið! Fylgið mér! Nei, fyrirgefðu. Jæja, Keli. Heyrðu, þá er bara komið að því. Já. Við gætum bara sleppt í. Ha?
Sleppti ég að kveðja, meinar þú? Já, þá verður það ekki eins erfitt. Já, þú meinar það? Já. Já, við getum bara þakka fyrir samveruna. Já, segjum bara takk fyrir samveruna. Einmitt. Já, það er góð hugmynd. Heyrðu, Keli, veistu það? Að þú ert uppáhalds kötturinn minn. Þú ert nú líka uppáhalds, ekki kötturinn minn. Þú ert bara ágætt. Þú sért ekki loðinn og með 4 lappir. Já. Heyrðu, Keli, veistu það? Bara takk fyrir samstarfið. Þú hefur bara verið frábær aðstoðarköttur. Aðstoðarköttur, sko. Það er nú áhald það hvort okkar aðstoðar hitt. Já, heyrðu, við leysum úr þessum ágreiningi bara hér rétt á eftir. Já. En nú komum við að því, áhorfendur. Takk kærlega fyrir samveruna síðustu 5 ár. Ég vona að þið hafið skemmt ykkur jafnvel og við höfum skemmt okkur. Já, takk fyrir samveruna, Ásta, og takk fyrir allt krakkar og allir og allt og takk. Og veistu, Keli, veistu það? Já. Að þú varst að ráðin hingað til mín sem aðstoðarköttur. Herðu. Já. Það hefur nú ekki farið fram hjá neinu sem hefur hort á hana þátt Já. að ég er nú eiginlega stjarnan. Býttu, ég man ekki betur, nú erum að rifja upp í þessum þætti þegar þú komst til mín í fyrsta skipti og þú varst að ráðið inn sem aðstoðarköttur. Já, en það eru 5 ár síðan. Já, og ég hef komið með til dæmis nýjungar eins og brandarahotni og svona sem að bara hefur sko slegið í gegn. Ég veit að það eru sko frægir alþingismenn, leikarar og prestar sem að horfa alltaf á Stundir okkar og bara út af kettinum Kela. Já, heldur þessi bara út af þér? Já, bara út af okkur báðum. Já, út af okkur báðum. Ef ekki bara vera bæði? Við erum bæði bara. Bæði frábær. Við erum bæði frábær. Bæði bara til aðstoðar. Vetur konungur tók lestina til Kína. Vorið kom á reiðhjól í dag og lofar því að allt verði fína. Þó Ást og Keli fari frí til Legolands og Napoli, þá sjáumst við aftur á ný. Kannski að Ásta verði prinsessa í risastórum kastala og marsipan og marmara og dansar allan daginn. En það verður Kela engin veit, kannski stjarna björt og heit, söngvari í rokkhljómsveit og Þá er þetta loksins búið. Maður er laus við þessa konu og þennan kattar óþverra þarna, svoleiðis fíla hann út mat. Loksins kominn á friður hérna, byggingunni. Hann er svona blik. Já, halló, já, Nonni, hvað er blessaður? Þórður hérna, á Íslandi, já, er hún Bryndís nokkuð við? Já, þakka þér fyrir. Já, komdu blessu Bryndís mín. Já, þetta er Þórður hérna. Já, blessu. Jú, ég hef það fínt með að giktin hún er góð. Já, allt í fínu. Jú, það er að vora hérna og allt. Já. Það voru fínt. Heyrðu, þannig sambandi við kæmi þarna út til þín. Það tefst aðeins held ég. Já, svona örlítið, það verður ekki lægir, Já, það kom smávegis upp á svona. Já, ég hef bara aftur samband, afturlega, þakka þér fyrir, bless. Ef ég kem þá nokkuð.